Ég eins og það kom fram þá var ég að vinna fyrir Better, fyrirtæki sem ég stofnaði og Háskólann í Reykjavík, ég er búinn að kenna þar í 20 ár, þannig að meira en 20 ár. Þannig að ég hef eitthvað verið tengdur námi, en þó ég sé ekki sérfræðingur í kennslufræðum. En ég ætla að tala svolítið um tölvuleiki, þess að það er mitt sérsvið sem ég er í stjórn IKI sem er samtök tölvuleikjaframleiðenda. Og það er ýmislegt áhugavert sem að horfa á tölvuleiki vegna þess að tölvuleikir eru svo áhrifaríkir og kannski er það ástæðan fyrir því að ungu mennirnir ekki að læra að þeirra spila tölvuleiki í staðinn. Það er sýnt sig að 10.000 tímar fara í það að spila tölvuleiki fyrstu ári. Það er allavega að hafa fundist krakkar sem hafa eytt 10.000 tímum í að spila tölvuleiki þegar orðin 21 árs. Og ef við setjum það í samhengi þá er grunnskólinn 10.000 tímar. Annað af þessu er skylda, en hitt er eitthvað sem að krakkarnir leita í. Þannig að eitthvað getum við kannski lært af tölvuleikum, hvað þeir gera til þess að vera svona spennandi, halda fólki við efnið. Og hérna sem betur þetta þá er grunnskólinn mjög skemmtilegur, það hefur sýnt sig. Krakkar þeir líður vel í grunnskólann. Hér er til dæmis, þetta er dóttir mín hérna, hún er að búa til brokkoli fyrir grænmetisdaginn. Þannig að það er margt skemmtilegt sem er í grunnskólann, en síðan er eins og einhvern veginn þá kemur að því að hvatningin er ekki eins mikið þegar að menn eru komin upp í framhaldsskólana og það sem mér finnst svona við þegar við komin upp í framhaldsskólan og líka í háskólanum til þess sem ég er að vinna í. Og það er oft þannig, ef við skoðum hvernig kennslan fer fram í típiskum framhaldsskóla eða í háskóla, þá fer það fram að við fáum nemendurna í kennslustofu, þeir mæta og þeir hlusta á kennarann tala, svona eins og hérna. Nema að þetta er allt námið svona og meira og minna. Og í raun og veru þá er þetta búið að vera svona síðan á bara síðan 500 ári. Þetta er alltaf sama aðferðin sem við notum í grunninn til. Og þetta er það sem að ég þekki í skólanum sem ég er að kenna. Sem betur fyrir eru menn að gera eitthvað annað. En þetta er Háskólinn í Reykjavík í mínu námskeiði. Ég fæ nemendur inn og svo predika ég við, þannig að ég er í þessu líka. En þá er maður að benda á eitt sem er kannski svolítið athyglisvert, vegna þess að eitthvað sem við getum kannski haft svona bak við eyrað. Við erum með 2 milljarðar manns og núna næstu árum mjög hratt munum við fara til 3 milljarðar manna sem er tengt í netinu. Þetta þýðir bara að það er allir nettengdir og ekki bara það þessu nettengdir, menn eru með þetta bara hlust á sér. Og það sem hefur gerst síðastliðin 10 ár, þetta er það sem að Jobs kallaði Digital Decade og Bill Gates segir það líka. Frá 2000 til 2010 þá var allt stafrænt, með þess að bókin líka, allt. Og þetta hefur gjörbreytt hvernig við getum notað kennslu sem getur skapað grundvöll til nýsköpunar. Líka ef við tökum tólin sem við notum, þetta er iMac árið 2000 og iPhone sem eins og þessi sem ég er með, það er sama spekk á þessu, þetta er sama græja í raun og veru. Með þess að skjárinn er stór, þar segir við upplöst. Þetta er þannig að það er orðið gjörbreyting á hvernig við notum efni, hvernig við notum content. Og við tökum svona dæmi, ég hef oft notað þessi dæmi, Facebook, þið þekkið það. Á hverju mánuði, milljón ár sem fólk gerir Facebook. Þetta er samskiptamáli. Krakkarnir, þú segir, hefur sendt mér tölvupóst, ég svaraði. Og segir, tölvupóst? Ha? Hvað meinar? Djöfull þetta gaman þess. Þetta er það sem þau nota í raun og veru. Og síðan er það símanir. Ég held að flestir, þeir sem er í framhaldsskóla, þeir eru með Android síma í vasanum. Eða selja með Android því hann er ódýrari. Og hvað hefur hérna? Þú hefur bara tölvu, vídeóið með allt. Við getum ýtt efninu í andlitið. Hvað sem er. Og það er það sem ég gerir. Ég set mína fyrirlestra, ég tek það upp og ég set það á iTunes stofu. Þannig að það er fólk sem fær þetta sem podcast í iPod-ið sem Þú getur hlusta á mig. Það fær ekki nóg, það að segja. Rafbækurna. Hvað er það? Ég held að þessar bækur, þær eru bara komnar þarna. Og ég myndi ekki eiga listasögu Íslands í Kindle, en ég myndi eiga kennslubækur. Fyrst sem að krakkarnir gera það að selja þegar það er búin. Þannig að Amazon selur fleiri Kindle heldur en hefðbundnar bækur. Og þessi tæki sem að komi hérna og allir hlógu þegar þetta var kynnt. Fólk áttaði sig allt í einu á því að það hafði þörf til að brása meðan það satt og horfði á sjónvarpið. En það er 86% af fólki sem horfir á sjónvarpið að gera eitthvað annað með 86%. Það er annað í þessu eða í símanum.
Og já, það sést nú svolítið illa hérna, en þarna stendur staðfærni, færing. Staðfæring. Já, ég veit ekki hvernig það á þýða þetta, localization. En localization þýðir ekki það að ég stendur okkur þarna, það þýðir það líka, en það þýðir líka hver er ég? Hver er ég? Getur verið að við getum, þegar ég stendur hér á einhverjum ákveðnum stað, að þá er þetta sem ég vil gera. Eða af því að ég ger þetta alltaf, tók sem dæmi, 60% af myndum sem fólk horfir á Netflix, veit ég hvað Netflix er? Er ekki með Netflix? Það fá verið svona proxy-server, þú getur horft á Netflix. En 60% af öllum myndum, það er eitthvað sem að Netflix ítir í andlitið á þeim. Vegna þess að Netflix er búin að finna út hvað þeir eru búin að horfa á og hvað vinirnir eru búin að horfa á. Þannig að manneskja eins og þú ættir að sjá þessa mynd. En samt þeir reyna að fara aðeins yfir strik. Þannig að þetta er ekki svona filter bara. Þannig að niðurstaðan þessi. Eftir nokkur ár þá er netumferð 1 centavæði sem að ég veit ekki einhvern hvað það er mikið, en það er mikið. Og hvað þýðir þetta? Ég held að þrátt fyrir þessi tækni þá er nýsköpunin, hún er ekki byggð á því að út af tækninni sjálfri heldur til viðhorfi til náms. En það sem er nýtt núna, og ég held að þetta sé raunverulega nýtt, þó margt af þessu hafi verið að gera stundum þetta nám, það er að nú getum við nýtt tæknina til þess að nákvæmlega breyta. Viðhorfið er alltaf það sem þú þarf og kannski þurfa að menna að breyta hvernig það hugsa. Og til dæmis, eins og hún nefndi hérna áðan, kenna hugsun, gagnrýni, til þess að læra einhverja skruddur utan. Við höfum þetta bara allt saman, hvað sem er, hvernig sem er. Og af hverju þá lærum við ekki að rýna gögnin, finna gögnin, greina þau og meta þau, gagnrýna. Það er kannski það sem við ættum að gera í grunnskólanum. Heimurinn er orðinn stafræn, við höfum þetta allt hjá okkur. Við erum komið með stafrænan lífsstíl og það sem ég meina er það að kennsla hún á að fara fram í gegnum þessum nettum. Við eigum að nota þessum nettum þegar það. Tólinn gæti verið betri fyrir okkur en við eigum að nota það. Og þá getum við náttúrulega akkurat ekki nota hugbúnað til að búa til einstaklingsmiðan á. Nákvæmlega með þessu localization sem ég hef talað. Þessi nemandi, hann er komin svona langt í þessu námi. Forritið veit það. Af hverju getum við þá ekki látið hann fá þetta? Eða hann er rosalega lélegur í þessu, þá getum við látið hann fá meira af þessu. Eða ég er ekki góður í þessu, ég þarf að klára þetta árið fyrir næsta. Og svo líka annað, það er áhugasvið. Þið þekkið alveg, stærðfræði dæmi. Hvað er að reyna? Vexti á bankalánum. Til flest er það boring, bókfærsla, vörugaup. Þú veist, boring, þá getur það ekki nýjan Lexus. LX 9000. Frábær bíl. Þú veist, allir sem hafa bílum, þeir myndu fara í gegnum slíkar ræðingar. Þeir sem hafa íþróttum, þeir fara í gegnum aðrar ræðingar. Þannig að við getum aðlagað námsefnið að hverjum einstakling. Og eitt gott dæmi, það er með fyrirtæki Kúri hérna, og sjóðu það er. Þeir eru ekki að nákvæmlega þetta. Þú ert að læra japönsku og þú eru áhuga íþrótt. Kontekstið sem hún fær er íþróttir. Hann er ekki vexti eða banka eða svona eins. Hann er þetta. Þannig að við getum gert það núna, vegna þess að hugbúnaður lefur hún að gera. Og hefur kannski getur gert það lengi. En ég ætla aðeins að enda þetta á hvað við reynum að skapa eitthvað, gerum nýtt, hugsa eitthvað öðruvísi, nota tölvuleiki. Ég hef svolítið verið að reyna þetta og ég er með verkefni, ég hef tilraun í gangi upp í skóla sem gengur út af það ég og félaginn minn. Við erum að kenna, við erum núna með kontrollgrúpun í gangi, við erum að gera þetta boring og hægt svo ætlum við að breytum aðferð og fara í gegnum svona leikjafræði. Og leikjafræði þýðir eiginlega, leikjahönnur eins og ég og fleiri, þeir nota þessar aðferðir til þess að gera leiki skemmtilega og áhugavaldandi. Og það er akkurat það sem að leikjarnir eru svo góðir í 10 tímum. Þeir halda manni efnir, þeir kunna triksi. Það eru leikjaaðferðir. Gamification er að kalla. Triksin er þessi. Það kemur úr þessari mynd. You see, in every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap! The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down.
Ég reyndi að syngja vísindarsmiðna, það virkar ekki. Það er svona stannum. Þannig að ef við getum nýtt okkur þetta element, án þess þó að það þurfa alltaf að vera skemmtilegt, það þarf ekki að blasa við, það getur verið lúmst og komið einhvern veginn í gegn. Og ég ætla að taka nokkuð dæmi tölvuleiki, aðferðir sem við getum lært af þeim. Til dæmis, að við spila þannig. Þá veit ég hvað ég að gera í kvöld. Sinn hrað, tölvuleikir eru rosalega góðir að miða við hraða. Þú getur farið í gegnum það, þú getur öllum tímum sem þú vilt í þessu borði, skoða öll updatein, funda öll updatein 100%, eða þú getur farið hratt í gegnum það og farið hratt í gegnum leikir. Tölvuleikir eru rosalega góðir í þessu. Hugbúnaður getur gert þetta fyrir okkur. Nákvæm staða. Ég get farið í gegnum námskeið og svo líða 3 vikur fram úr prófi, svo tek ég prófið, þá veit ég fallið. Það var ekki ágætt að vita það fyrir að ég væri á þessari leið. Ég veit stöðuna alltaf. Tölvuleikir, þeir bara spila sér ekki. Þeir eru alltaf með þetta á hreinu. Og nefnir veit alltaf hvað er langt komin. Af hverju getum við ekki gert eitthvað svona? Heyrðu, ég fæ 10 einhvern ef ég stend mig, en meðan ég er í námskeiðinu þá get ég hækka í svona tign, svo að segja. Leikir er rosalega góðið þessu. Ef ég er kannski komið 6 ári með þessa stjörnu hérna, af hverju fæ ég það ekki í prófælingin þá í kennslukerfinu? Og þá vil ég fara upp í 7. Ég sé það að vinur minn er komin upp í 7, þannig ég vil vera þar. Og síðan enda ég á því að komast í 10, af því ég hef áhugað þessu. Nefnandi getur borðið sér saman, hérna erum við komin að hára nýs. Þetta er viðhorfsbreytingin sem ég segja, vitið hvað þessi krakkar eru að gera? Menna, þau eru ekki með neinn leyndarmál eins og við vorum með í gamla daga og erum með. Það er allt úti. Þau vilja bera sér saman. Þeir sem vilja ekki, þeir gera það. En þetta eru vinir mínir. Ég er hérna í Foursquare, ég tjekka mig inn hérna. Ég er hérna rétt eftir Tómasi, ég er aðeins undan Guðjóni. En ég sé það, ég þarf aðeins að herða með, ég ætla að ná Tómasi. Ég kemst ekki áfram fyrir ég búið með þetta. Það eru námskeið sem eru þannig að það er mjög gott að ná verið undirstofan. Og síðan ef ég er lélegur í undirstofanum þá gengur mér illa að fremtur. Hvað er að við... Ég verð að klára borðið hérna í Angry Birds áður en ég fer á næsta borð. Þannig að tölvuleikir er rosalega góðir í þessu að gera þetta. Og einmitt, það er hægt að hafa hugbúnaðinn þannig, heyrðu þú að taka nýja æfingu hérna til að fara áfram. Framgangurinn er skýr, ég sé hvernig mitt nám þróast. Ég sé að bæta mig, ég er að versna. Tölvuleikir sýna þetta mjög gjarnan. Og símat árangurinn er metinn strax. Eitt triksi til þess að gera svona peningaleiki ávanabindandi, ég er í bransanum, ég veit þetta, það er að koma strax með niðurstöðuna. Og ef hann vinnur á strax peningin, þá getur eitt í aftur. Þetta er bara triksi sem er nota. Ef við getum hvart nemandann því, ef það virkar, þá getum við gert það. Þegar hér er kennslukerfið, svona kennslukerfi vil ég fá, ég er að senda Jóhannes þetta í stúdíu. Því er ómynd, þetta er námskeiðið mitt, þetta er nýtækni. Ég get skrifað inn hvað ég er að gera, og kemur það í statusinn. Myndina mér, ég er komið 6, þetta eru vinir mínir. Heyrðu, ég er komin hingað, frammynda, ég er með 60%. Ég þarf taktu krossapróf fyrir viku 7, þá fæ ég 10 stig í viku. Hvað sem það nú fyrir? Þannig að það er verið að teima þig áfram. Og hér er stigafæri. Þetta eru þeir sem er námskeiðinu, ég er elda á hérna. Ég get kannski fengið x mörg stig. Hér er viku 7, það er fyrirlestur. Ég get ítt hérna og ég get spila. Lesefnið er hérna, ég get farið hérna inn í þetta og svo framvegis. Ég get síðan ekki tekið krossaprófið. Ég þarf kannski að klára að horfa á vídeo á einhverjum krossaprófið. Þannig að hugbúnaðurinn getur gert það. En það er samt eitt í huga. Ef við horfum alltaf þessu tækni, sittum 10 ár, allt orðið digital, öll þessu tækni, vefurinn til dæmis, hvað er hann á 20 ára? 20 ára, þetta er bíllinn þegar hann á 20 ára. Þannig að við erum ennþá á frumstiginu. Tækifærin er svona, við erum rétt að byrja í það að búa til flottan kennslubúnað.